Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Hér er ein snilldarformúla sem ég kalla tímalausu jöfnuna og þegar við þurfum ekki að finna tíman, ekki beðin að reikna hann eða hann verður ekkert gefinn, þá getum við oft nota þessa tímalausu formúlu sem að tengir saman hröðun A fyrir acceleration og vegalengdina S sem að er úr enskunni líka separation og lokahraðan VAF, það er úr enskunni líka velocity og upphafshraðan VAF 0. Og til þess að geta búið þessa jöfnu til þá þurfum við að trúa því að vegalengdarformúlan sé þessi S sama sem upphafshraði sinnum tími pluss hálf hröðun sinnum tímin í öðru veldi og við þurfum að trúa líka þessari hraðajöfnu að lokahraðin sé jafnt og upphafshraði pluss hröðun sinnum tími. Og það sem við ætlum að gera er að við ætlum að einangra t-ið úr þessu hraðajöfnunni og setja inn í vegalengdarjöfnuna. Og við gerum það með því að draga frá VAF 0 vinstra megin og þá þurfum við líka að draga frá VAF 0 hægra megin. Og hvað erum við komið með núna? Jú, að VAF mínus VAF 0 er jafnt og A sinnum t. En að því að við ætlum að einangra t-ið, þá deilum við bara með A báðum megin. Og það er einmitt þetta VAF mínus VAF 0 deilt með A sem við ætlum að setja inn fyrir hraðan í vegalengdarformúlunni á báðum stöðum. Jæja, hvað fáum við núna? Hér stendur að S sé jafnt og VAF 0 sinnum t. En nú ætlum við að láta t-ið heita VAF mínus VAF 0 deilt með A. Og svo kemur hér hálf hröðunin, hálfur sinnum A, en hálfur, það er saman að deila með tveimur hérna, það er ekki bara gert A deilt með tveimur og í staðinn fyrir t-ið þá setjum við VAF mínus VAF 0 deilt með A og t-ið áver í öðru veldi svo þessi svíi, hann kemur í annað veldi. Nú við skulum markvætta upp úr svígunum, hérna fáum við þá að VAF 0 sinnum VAF deilt með A og mínusinn VAF 0 sinnum VAF 0, þetta er VAF 0 í öðru veldi, deilum hérna með A og sjáum það, ég er búinn að skipta þessu broti. Nú hér er ég með A deilt með tveimur fyrir framan svigan og þetta er bara ferningsreglan. Upp á strikið þá fáum við fyrirlið í öðru veldi mínus tvöfalt margveldi fyrirliðar og seinni liðar og svo pluss seinni liðin í öðru veldi. En það þurfum að hafa nefnara með þess og hann er í öðru veldi. Nú held ég að við ættum að margfalda með tveimur A í gegnum jöfnuna. Og það þýðir að við þurfum að margfalda með tveimur A í öllum þessum liðum hér. Það höfum við núna, þá stendur hérna 2A sinnum S, það er vinstra megin. Nú A, já, heyrðu, við getum stytt ansi mikið út hérna. En við gerum það bara strax. Sjáum hérna, þetta A hér getur styst út á móti þessu A. Nú þetta A hér getur styst út á móti þessu A og tvisturinn, hann má náttúrulega fara út á móti tvisti. Hér er upp á striki A og A annað upp á striki, A í öðru og undir striki er einmitt A í öðru, svo það styttist út. Þá getum við haldið áfram með jöfnuna. Tvisturinn er hérna og VAF 0 sinnum VAF og tvisturinn er hérna og það er VAF 0 í öðru veldi. Nú svo kemur hérna svíinn, hann er það eina sem er eftir þá, af því að 2A eru farin, þannig að þetta er VAF mínus tvisvar sinnum VAF 0 og pluss VAF 0 í öðru veldi.
þá nú hægt að stytta eitthvað út hér vegna þess að hér erum við með 2 vaff 0 vaff í plús og 2 vaff 0 í mínus og það má fara. Nú getum við séð það að hérna erum við með 2 vaff 0 í öðru veldi í mínus og hérna er 1 vaff 0 í öðru veldi í plús. Þannig að við getum bara tekið í burtu þessi hérna. Þessar stærðir og eftir stendur 2as jafnt og, við höfum hérna vaff í öðru veldi og hvað var eftir? Mínus vaff 0 í öðru veldi. Já, hún er bara komin hérna ljós lifandi þessi tímalausa snilldarjafna. Og við skulum skoða sýnidæmið stálkúlu sem að fellur hérna niður úr háhýsi og niður á mótsvið hárið á einhverjum hávöxnum myndarlegum manni. Við höfum einn hér uppi sem er að sleppa kúlunni og hún fellur hérna niður með vaxandi hraða og á gangstéttinni stendur þessi maður hérna og þegar að kúlan er til móts við hárið á honum þá hefur hún hraða hérna niður á við sem er, ég ætla að kalla hann vaff 0 og hann er niður á við, mínus þess vegna 12,3 metrar á sekúndu og þegar að kúlan er hérna til móts við tána á manninum þá er lokarhraðinn sá sem við ætlum að reikna. Nú við skulum merkja hérna inn á myndina að hæð mannsins er 180 centimetrar, 1,8 metri og þetta er vegalengdin sem kúlan er að falla niður þannig ég ætla að hafa mínus á þessum. Hér er engin tími gefinn, engan tíma sem á að finna svo að við getum bara farið beint í að skrifa jöfnuna, tímalausu jöfnuna sem er svona 2a sinnum s sama sem vaff í öðru mínus vaff 0 í öðru. Og við eigum að einangra vaffið úr þessu. Nú, ég held við ættum bara að bæta við báðum megin vaff 0. Ef ég bæti nefnilega vaff 0 í öðru veldi við hérna hægra megin, þá er það farið. En ef ég bæti því við hægra megin, þá verð ég líka að bæta því við vinstra megin. Svo að núna erum við komin hér með jöfnuna 2a s plus vaff 0 í öðru veldi er sama sem það sem eftir er hægra megin, það er vaff í öðru veldi. Þá held ég að við ættum að muna að til þess að losna við annað veldið þá þurfum við að taka kvadratrót báðum megin. Svo að ég tek kvadratrót af allri vinstri hliðinni 2a s plus vaff 0 í öðru veldi og ég tek kvadratrót af hægri hliðinni líka og kvadratrótin eyðir öðru veldi. Nú stærðfræðingar segja okkur að hver skipti sem við tökum kvadratrót þá eigum við möguleika á tveimur svörum, plússvari eða mínussvari. Og í þessu tilfelli sjáum við kannski að hraðinn er jú niður á við og niður á við hraði er það sem eðlisfræðingar hafa kallað mínus. Nú annað sem við skulum gera okkur grein fyrir er að hröðunin í þessu dæmi, hröðunin er þyngdarhröðun og þyngdarhröðunin á Íslandi hún er mínus 9,82 metrar á sekúndu í öðru veldi. Þannig að nú getur bara reiknað og við erum búin að ákveða eða sjá það út að við erum með mínustölu í lokin og setjum hérna inn tvisvar sinnum. A er þyngdarhröðunin mínus 9,82
S-ið er vegalengdin sem að kúlan fellur þarna á milli upphafshraða og lokahraða og það er 1,8 metri og hann er niður á við. Nú hér er plús. Nú eigum við að setja upphafshraðan í annað veldi og við vorum búin að segja að upphafshraðin væri mínus 12,3 metrar á sekundu. Setjum hann í annað veldi og ég er búin að stempla þetta inn í reiknivélina mína og ég fekk hérna mínus 13,662 metrar á sekundu og þetta er svo sem ágæti svar. Þetta er kannski kjánalega margir aukastafir og ég ætla að nota tækifærið til þess að segja að við megum í staðin fyrir að skrifa mínus þá megum við hreinlega að segja að við séum með hraðan 13,7 metrar á sekundu niður á við. Nú, eðlisfræðingar einfalda sér oft lífið með því að líta við dæmið og segja að í þessu dæmi eru allar stærðir neikvæðar. Allar stærðir eru með stefnu niður á við. Allar stærðir með stefnu niður hérna. Og nú, hvaða stærðir er þetta? Þetta er hröðunin, það var mínus 9,82. Það var hraðinn, hérna bæði upphafshraði og lokahraði. Og það voru vegalengdin, eða hæðarmismunurinn. Vegalengd. Svo það má bara sleppa þessu formerkjum. Það má sleppa því að skrifa mínusinn. Í öllum stærðunum. Jæja, nú kannt þú nógu mikið til þess að reikna æfingadæmin sem að fylgja hérna í Word-skjali og 2 af þeim koma lítið breytt í næsta örprófi. Gangi þér vel!